Góðan daginn, ég heiti Hlédís Sveinsdóttir og hvað er ég? Ég er svo sem að setti hraðamet í því að vera blómlegur atvinnurekandi í það að vera öruggi með lausa leikjuskróa og í svoleiðis ferli að þá finnst manni eins og fólk hafi mögulega gert eitthvað á hlut manns, komið illa fram og fyrirgefning hefur verið mjög svolítið hugleikin af því að manni finnst svolítið eins og þegar einhver átök verða eða áföll eða einhver kemur, þegar manni finnst einhver hafa komið illa fram við sig þá finnst manni að því eigi að ljúka með því að viðkomandi biðji mann fyrirgefningar og sína iðrun. En það er ekkert alltaf, það er ekkert allir sem að gera það og margar sögur eða margar hliðar á sama máli og allt það. Upplifun fólksmisjöfn og svo les. Þannig að stundum verður maður að finna hjá sjálfum sér bara að geta fyrirgefið þó maður sé ekki beðinn fyrirgefningar og jafnvel að manneskjurnar sína ekki nokkra einustu iðrun, heldur haldi kannski áfram að koma illa fram. Og þá kom ég mér upp svona kerfi þar sem það er nefnilega hægt að fyrirgefa lífinu fyrir að hafa lyft manni að hljóta þessa reynslu. Og það getur maður gert bara með því að lífið getur tekið alls konar uppeyjur og boðið mann upp á alls konar námskeið sem maður hefur kannski ekki skráð sig í að fyrra bragði. Og þá getur maður, ef maður tekur eitthvað námskeið sem maður er kannski svolítið strempið, sko, að þá getur maður sagt, já, ég fyrirgef lífinu fyrir að hafa sett mig í þennan erfiða áfanga. Og svo getur maður kysst sér svona á öxlina og klappa sér á bakið fyrir það. Ég mæli með því, þetta er svolítið svona að elska sjálfan sig. Það er að tannbursta þig, að smetla einum svona löfléttum. Fyrirgefum bara lífinu fyrir þetta erfiða og sjálfum okkur líka.